Lið 10. Viðhald á ljósastöðurum á gangbrautum. París Anna Bergmann Elvarsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs, stígur upp og kynnir málið. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Í dag er ég hér til að ræða mikilvægi þess að hafa reglubundið eftirlit á ljósstöðurum og gangbrautum bæjarins. Við vitum öll að á Akureyri er stutt að ganga á milli og mikið að gangandi vegfarendum. Margir hjóla að ganga í skólan, í vinnuna og íþróttaræfingar eða bara til þess að komast frá A til Ö. Ljósstöðvar gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja öryggi okkar þegar við erum gangandi og þó líka keyrandi. Sérstaklega í vetrartíman þegar það kólnaði myrkur. Eins og við vitum þegar það er dimmt úti, virka ljósstjörnur hálfgert eins og leiðarljós okkar og sérstaklega dregur þar hættu á umferðaróhöppum svo ökumenn sjá gangandi vegfarendur. En það hefur alveg oft komið fyrir mig þegar ég er til dæmis að labba heim til mín og það er slökkt á sumum ljósastöðurum. Það finnst mér stundum verulega óþægilegt, sérstaklega þegar ég er að labba stöðum þar sem er mikil umferð og sést afar lítið eða akkúrat öfugt þar sem er ekkert á ferli og mjög hljótt. Svo við hugsum til yngri krakkana sem eru til dæmis þá að labba í skólan og þurfa þá að fara yfir gangbraut. Það eru minni líkur að ökumenn sjáu þau því þau eru svo lítil. Þess vegna verður að vera gott viðhald á ljósstöðurum svo að sé kveikt á þeim þau þurfi mest á þeim að halda. Það eru líka alveg til ótrúlega margir ljósstöðvar sem eru orðnir verulega gamlir og gefa frá svo appsingula birtu og þá þjónar hann voðalega litlum tilgangi ef þeir eru ekki að gera sitt gagn með að lýsa upp göturnar. Og það verður að fara að endurnýja suma staura og skipta út á peru. Og ég veit að það er í ferli núna en það verður að gerast hraðar. Það eru líka ótrúlega, svo talandi gangbrautir. Ég tek eftir því að mjög margar gangbrautir sjást mjög illa og málingi sem eru á götum sem maður labbar yfir sést eiginlega ekkert á sumum gangbrautunum. Skiltin er samkvæmt lögum að vera báða megin við gangbrautina en á nokkur stöðum eru skiltin mjög illa með farin, orðin vel gömul, bogin eða bara hreinlega vantar eitt skiltið. Það er bara ekki boðlegt. Akureyrarbær ætti að gera sitt allra besta til að hafa gangbrautir eins öruggar og hægt er að hafa þær. Það er svo mikilvægt fyrir okkur öll að gangbrautir séu eins öruggar og hægt er að hafa þær. Og eins og ég talaði áðan þá eru margir krakkar sem labba í skólan og æfingar og hingað og þangað og foreldrar verða að geta treyst á að börnin séu örugg. Mér langar að deila með eitthvað smá reynslusögu frá mér. Núna í desember síðastliðinn var ég að labba í strætó til þess að komast í skólan. Það var mjög dimmt úti en það var háa vetur. Ég man til því þegar ég var gangandi þá sá ég voða lítið. Það var ekki kveikt á sumum ljósastöðurum og frá hinum kom afar lítið birta sem er appelsingul á litinn. Ég bý á Eyrinni og þurfti að labba yfir Hjalteyrargötuna sem Hagkaup er til þess að fara að strætóskýlinu. Og þarna var gangbraut sem ég ákvað að labba yfir en þegar ég var búin að taka nokkuð skref þá var ég fyrir bíl. Hafið í huga, þetta var á götu á 50 götu sem er oftast mikil umferð á. Ég náttúrulega þurfti að vera beint upp á sjúkrahús og mitti mig slatta mikið og afleiðingarnar voru alls ekki góðar í kjölfarið þessu. Og núna 4 mánuðum seinna er ég ekkert að batna og finna ennþá mjög til. Og meira svo næstu vikum þarf ég að fyrir aðgerð á heila út af slysinu. Og ég get ekki útskýrt hversu mikið þetta hefur eyðilagt fyrir mér. En vil ég vita hvað ökumaðurinn sagði? Hann sá ekki neitt. Hugsið það aðeins, hann sá ekki neitt. Hann hafði mörgum sinnum keyrt þarna framhjá en aldrei tekið eftir því að það var svona gangbraut þarna. Enda er ég ekki hissa að þetta var það sem hann sagði. Á þessari gangbraut er öll málingin á jörðinni farin. Það er engin máling á jörðina sem gangbrautin er. Og skiltin eiga að vera báðum megin við götuna, þau sjást mjög illa og eru orðin ansi gömul. Og ljósstjörnur voru ekki sinna sínu. Og þetta er alls ekki eina gangbrautin hér í bænum sem er svona. Það eru mjög margar svona. En þá spyr ég ykkur, finnst okkur öllum þetta í alvörinu boðlegt að krakki sem er að labba í skólan verði fyrir bíl? Og svo ef við hugsum til dæmis við yngri krakkana, ef þetta hefði gerst við þau, að þau voru til dæmis að labba í skólan, þetta hefði endað mjög illa. Og þetta var á 50 götu, af hverju er ekki meira öryggi þarna inni? Og við verðum að geta treysta á vissum örugg, hvort við séum gangandi, hjólandi eða keyrandi. Og til þess að ljúka máli mínu, þá er það ljóst að það sé verulega mikil þörf á auknu viðhaldi á gangbrautum og ljósstjörum hér í Akureyrarbæ. Því við viljum öll vera örugg. Takk fyrir mig. Þá hefur París Anna fulltrúi ungmennaráðs lokið máli sínu og Andri Teitsson bæjarfulltrúi stígur upp í pontu þar sem að Hlynur er fjarverandi. Já, fundarstjóri og ágæta ungmennaráð. Ég þakka París Önnu kærlega fyrir þessar ábendingar og verður bara að segja mjög leitt að heyra að þú varst fyrir þessu slysi.
Fyrst varðandi lýsinguna að við erum búin að vera að skipta úr svona gamaldags perum yfir í LED-lýsingu sem að spara mikið rafmagn. Það er að segja öll orkan nánast fer í að lýsa en ekki að hita upp og þetta gefur allt öðruvísi birtu og ég verð að segja persónulega mér finnst það ekki öllu leyti betra því að það verður einhvern veginn meira svona bútar af ljósi því að ljósi fer svo í tilteknar áttir en dreifist ekki eins og með gömlu perunum. En almennt vil ég líka segja að við náttúrulega erum að leggja áherslu á að fólk gangi á hjóli og fari með umhverfisvænum hætti til skóla og vinnu og bara hvað sem er innan bæjar. Þannig að við höfum lagt mikla áherslu á að bæta til dæmis snjómokstur á gangstéttum og göngustígum og það hefur gengið vel. Kannski höfum við sofnað á verðinum varðandi aðra öryggistætti eins og París nefnir og mikilvægt að huga að því. En ég vil líka bara minna á að komum aftur að þessu með Akureyrarbæ og ríkið að nokkrar af helstu umferðargötunum á Akureyri eru í eigu og umsjá vegagerðarinnar og það er nú fyrst að telja Glerárgötuna, Drottningarbraut og Hörgárbraut en sömuleiðis Tryggvabraut ef ég man rétt og Hjalteyjargötu. Þannig að þetta þurfum við að ræða greinilega við ríkið svona það sem að snýra að þeim götum en bara aftur takk fyrir mjög góðar ábendingar. Þá hefur bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu og orðið er opið. París Anna, fulltrúi ungmennaráðs, stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, fulltrúi ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Takk fyrir þessi svör, en þegar þú segir að stóru, þú veist, hvað er orðið, gangbrautirnar eða hjóla, að þú veist það sem fólk gerir á, maður ekki hvað heitir. Þannig að þú segir það sé umsjón vegagerðarinnar, en tengist það þá líka, þú veist eins og málingunum á gangbrautunum og svoleiðis, en þú veist, ef ég bara spyr og leyfi ykkur svona að hugsa, ég get ekki verið eina sem teka eftir því að gangbrautin séu svona illa með farnar, eða þú veist, og það sést ekki máling, og líka bara eins og þú veist, akkurat á Hjalteyrargötuna sem Hagkaup er, það var engin máling á, ef þið keyrið hana fram hjá næstunni, það er ekkert, og hún sést ekki, og hafið huga, þetta er á svo stórri götu. Og svo þú talar lýsinguna, LED-lýsinguna, ég veit að Felix er að fara að tala um þetta eftir, og já, takk fyrir þetta, en þetta þarf verulega að bæta og það er að gera það hratt svo að svona gerist, þú veist, ég veit að það er hægt að svona slís gerast, en það er hægt að gera svo mikið til þess að passa reyna okkar allra til að svona gerist ekki. Því ef þetta hafi verið yngri krakki að labba í skólan, þá hefði geta farið mjög illa. Takk fyrir. Þá hefur París Anna fulltrúi ungmennaráðs lokið máli sínu og orðið er opið. Já. Takk fyrir. Forseti, ungmennaráðsfulltrúar og bæjarfulltrúar, bara þakka Parísi sérstaklega fyrir að deila þessari sögu með okkur og bara segja að þú er svo alls ekki svo einu sem tekur eftir þessu og það hafa komið til málsemi foreldrar, barnabæði úr Holtahverfi og Síðuhverfi, hafa sérstaklega verið að tala Krossanesbrautina og Austursíðu sem að mikið af börnum er að labba yfir til dæmis í Norðurtorg og fleiri stöðum. Þannig að eftir það fór ég bara að taka eftir þessu út allan bæ. Sumstaðar er þetta til fyrirmyndar búið að byggja upp og ljós og lýsingar og þá lýsingar í gangbraut og skiltunum. Þannig að það er eins og sé verið að gera þetta bara svona eitthvað jafn óðum en við getum ekki beðið eftir slysunum sko. Það þarf bara að fara í að uppfæra alla þessa gangbrautir og gera einhverja áætlun hvar þarf að fara í það og til dæmis í umferðaröryggisáætlun sem við ætlum alltaf að vera að vinna í. En takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlín lokið máli. Orðið er opið. Það skulum við halda áfram með dagskrá.